Flugfélag Íslands óskar landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi flugári. Og tökum flugi kveðjum árið svo með glans með Flugfélagi Íslands. Komið margblessuð og sæl og velkomin í þennan síðasta borgara á þessu ári. Við hittum hana Jasmín Olsson sem ætlar að baka fyrir okkur sænskar lúsíubollur en hún var að gefa út nýja bók sem heitir Í tilefni dagsins. Við fræðumst einnig það hvernig við eigum að halda línunum í lagi yfir hátíðarnar. Við hittum hann Bubba nokkuð Mortens sem að gefa út jólaplötu fyrir þessi jól sem heitir Bernskunnar jól. En við hefjum leikinn á því að fara niður í leikhús allra landsmanna, Þjóðleikhúsið, en þar hefur sýningin Englar alheimsins gengið fyrir fullu húsi yfir 60 sýningar. En þau eru á leiðinu norður á Akureyri núna á nýju ári. Ég hitti þau Atla Rafn og Solveigu Arnardóttur sem fara með hlutverk í sýningunni. Englar alheimsins fjallar geðveikan mann, alveg snargeggjaðan. Sem ert þú í sýningunni? Já, ég leik hann. Ekki leikur. Já, sem ég leik. Finnur hann einhvers staðar í þér? Já, hann alveg ofta að plaga mig, sko. Þetta sem sagt þetta saga af veikumanni og hans nánasta umhverfi og hvernig tekist á við og hvernig geðsjúkdómar geta sem sagt leikið fjölskyldur og samfélag grátt, sko, og einstaklinga. Er ekki bara svona í einni setningu svona, sko? Í svona stystu máli. Já. Og útfærslan í sýningunni svo, að því að þetta þekkja mjög margir bókina og myndina og maður heyrir stundum bara hvað það maður eitthvað að fara að sjá sýninguna, maður þú veist, séð myndina. En ég held að efnistökin hér séu dálítið ólík. Hér bara Páll, þessi geðveiki maður, hann fær Þjóðleikhúsið og svo Hof, bara eina kvöldstund til þess að segja sögu sína. Þannig að þetta hans kvöld, þetta bara veisla aldarinnar í hans söga og hann stjórnar atburðarásinni. Hvernig undirbýr maður sig fyrir svona rullu allir? Þetta ekki eins og Lilli Kleifumús. Nei, alveg rétt. Líkari heldur marga grunnar. Kannski. Já, Lilli nefnilega, hann pínu crazy líka, sko. Já. Alveg allir hátíð kiss. Já. Þeir eru bara líkar en margan grunnar. Já, það bara eins og leikarar undirbúa sig alltaf, svona, þú veist, með því að afla sér upplýsinga og afla heimilda það hvernig manneskja tiltekin getur hagað sér við vissar kringumstæður. Og ég gerði það auðvitað með því að lesa skáldsöguna margoft þar seinast og svo ég búinn að maður skoðar bækur og kvikmyndir sem fjalla geðsjúkdóma og svona svipaðar aðstæður og við erum að leika og svo náttúrulega sko það verið að fjalla fólk sem var kannski þarna til sko í raun og veru, þannig að það ákveðnar fyrirmyndir sem maður getur líka svona að leiki sér með sko. Bróðir Einars Más, það fyrirmynd persónunar og hann gaf út nokkra ljóðabækur og málaði myndir og við skoðum þetta allt saman og já, það svona... Talsveit af þeim textum enda rataði svo inn í sýninguna? Já, það rétt, já. En þetta ekki mikið ábyrgðar hlutverk að leika einmitt geðsjúkan mann? Jú. Og túlka eftir bók og fleiri? Ég myndi segja það. Ég meina, geðsjúkdómar, það eitthvað sem allir þekkja á einhvern hátt. Og allt þjóðfélagið raun og veru núna eftir svona atburði síðustu daga. Það sem geðsjúkur maður sko, búinn að vera hérna aðalfréttaefnið og hræðilegur atburður átti sér stað í hérna Hraunbæ. Þannig að það auðvitað ábyrgðar hlutur að miðla svona efni af svona miklu hjarta og sannleika, myndi ég að segja sko. Já, og ég held að við höfum öll skynjað það mjög sterkt þegar við vorum að æfa. Þetta var líka sko þannig vinnulag, við vorum alltaf á æfingum, þannig að svona input leikhópsins var mikið
Og við nálguðumst þetta af alveg gríðarlegri svona alvöru og virðingu og miklu hjarta og ég held að það endurspeglast líka á sviðinu. En þetta myndið þið segja að það er alveg hádramatísk sýning, húmor hún Nei, Já, ég menn hún er mjög dramatísk og hún er líka rosalega fyndin. Þetta er leiksýning sem inniheldur allt. allt saman. Nei, þetta er svona total leikhús. Nei, já, þetta er skemmtilegt, sko. Hann fær þjóðleikhúsið og síðan Hof lánað til að skemmta fólki. En síðan gerast, sko, hann hefur ekki alveg stjórn kannski á hlutunum eins og hann vildi hafa, ekki frekar hann á sínu eigin lífi. Þannig að sýningin, hún svona endurspeglar dálítið kannski, já, líf geðsjúka mannsins, sko. Og hún á að vera skemmtileg og er það á köflum alveg lofandi skemmtileg og fyndin og fólk hlær og syngur með og svona, þú veist. En þið erum að fara norður í landa á næsta ári, 10. og 11. janúar í Hof og má fólk búast við öðruvísi sýningu enn í Þjóðleikhúsinu bara þegar þið komnir út á land? Já, það held ég alveg örugglega. Það eru enga þær sýningar eins hjá okkur. Þannig að en mikill breytileiki í sýningunni. Já, kannski mun hann tala með norðlenskum hreim. Í tilefni dagsins. Ég heyri að þú ert farin að plana þetta svona skemmtilega. Já, það er alltaf einhverjar hugmyndir að koma svona upp í kollum, sko. Komdu hérna Hellisburðarhátíðin. Ég elska morð og veikasta tónin hjá himnunum rauðan faralinn. Ég verð að játa að ég borða stundum yfir mig, yfir hátíðarnar. En ég ætla samt ekki að fara á einhvern lágkolvetniskúr því að ég elska að borða sósu, ég elska að borða piparkökur og drekka malt og appelsín og borða laufabrauð. En er til einhver svona millivegur? Það er spurningin. Bjarni, hver er galdurinn á bakvið það að bæta ekki of miklu á sig við jólahátíðina? Það er að borða ekki of mikið. Já, það er ekkert flóknara en það. Nei, passa sig á öllum sætindum, gosi. Og við vitum þetta, það er ekkert nýtt undir sólinni. Nei, hreyfa sig kannski. Hreyfa sig örlítið, sko. Mæti ræktina. Mæti ræktina, númer 1, 2 og 3. Að mæta 80%, 70–80% er mataræði. En fara allir eftir þessu? Nei, því miður. Því miður. En allir ætla að taka á þessu bara strax eftir áramótin? Já, akkurat, það er spurningum að fá sig bara minna á diskinn og halda áfram að hreyfa sig. Hvernig gengur ykkur sjálfum að fara eftir þessum ráðum sem þið eru að gefa okkur hérna? Mjög vel, mjög vel. Eru þið duglegir að mæta ræktinni í desember? Já. Þetta verður bara lífsmunstur. Maður er ekkert að hrufla mikið við því. Eins og fólk sér og búin að átta sig á, þið náttúrulega eru áberandi líkir. Það er svipur með okkur. Það er smá svipur með okkur. Kannski sterkur. Það er svolítið sterkur svipur. Hvor okkar er hann svolítið eldri? Ég er 4 mínútum eldri. 4 mínútum? 4 mínútur. Hefur það skipt miklu máli í... Já, ég er mikið þroskaðri. Já. Það er alveg áberandi? Nei, alls ekki. Nei. Hvernig sér maður mun á því? Hvað er svona helsta? Kannski þegar fólk byrjar að tala við okkur, þá eru aðeins ekki alveg sömu persónuleiki. Hann er farin að grána aðeins meira. Og ert þú þá barnalegri? Já, í útliti. Ekki í andan. En hvernig byrjaði þessi áhuga ykkar á heilsurækt? Við byrjuðum í frjálsum íþróttum þegar við vorum krakkar, 6 ára gamlir, alveg í 9 ár. Og hefur það svona hjálpað ykkur mikið? Haldist alla tíð. Já. Kom smá bil. Og strákar í leikfimi, var það algengt á þeim tíma? Já, mjög svo. Var það? Já. Ég var aldrei farið í leikfimi, fór aldrei í leikfimi sem barn. Enda kannski sést það í dag. Ég held þetta að sé nú móðir okkar mikið að dakka, hún var mikið hlaupa og hvatti okkur mikið áfram. Já. Við töluðum að henni upphafi, það er hugarfarið. Hvaða hugarfar er það sem er svona lykillinn að því að setja heilsunni í fyrsta sæti? Það er það, ég ætla og ég vil og ég skal. Þetta er bara að prenta þetta inn í sig og ég ætla mér. Það sem náttúrulega stóra atriði er að gera sér markmið, lítil, viku, 2 vikna, mánuð, 3,
og fara eftir. Skrifa það niður, geyma það svo, taka upp. Margir setja sér svona markmið áramót, þannig að tíminn svona núna kannski? Já, algjörlega, strax í dag. Strax í dag? Ekki á morgun, ekki eftir áramót. Nei. Þannig að þið hvetið fólk til þess að svona halda sér í formi bara yfir jólin, passa skammtana og ekki bíða með að mæta eftir áramót. Nei, bæði andlega og líkamlega. En hvað ætlið þið að borða samt á jólunarstrákar? Ætli ég borði ekki... Grænmeti bara? Já, grænt og rjúpur, já. Þið borðið þið engin sætindi eða neitt þannig? Það kemur fyrir inn, það verður ekki sagt meira frá því hér. Algjör lágmarki. Já. Þið ekki svona nammi grísar, maður sér líka á okkur, þið hljótið að lifa mjög heilbrigðu lífi. Algjörlega. Einhver þekktasti trúbadúr Íslandssögunnar, Bubbi Morthens, að senda frá sér jólaplötu þessi jól. Afurð hans. Bubbi, einhver hefði sagt við þig fyrir 30 árum síðan að þú værir að fara eftir að gera jólaplötu. Hverju hefði rockarinn svarað? Veistu hvað, ég hefði ekkert endilega fundist að vera svo fráleitt vegna þess að sko, ef ykkur jólabarn, ég er brjálæðislegur jólamaður. Okay. Já. Og þú náttúrulega sko ert búin að gefa út margar mjög persónulegar plötur. Er þessi líka persónuleg? Já. Hún er lágstemd og já, hún er persónuleg. Ég er að syngja strákinn minn, hann Brynjar, hann er þarna í lögum, ég er að syngja sjálfan mig, ég er að syngja minningar þegar ég var lítill strákur og ég er að tengja þetta tónlistarlega við pappa og mömmu og þannig að ég er að reyna að nálgast þetta persónulega sko og svo bara, þú veist, eitthvað neginn þarf þetta svo að lifa sínu lífi og ég veit ekki hvað verður og allt það en mér þótti gaman að gera þetta. Talan bönskuna, þú ert ættaður frá Danmörku eða ekki? Jú, mamma er dönsk, pabbi er hálfur normaður, ætti mín kemur frá Skotlandi á 14. öld, fer aðalsmaður til Danmörkur og hasla sig völd sem málaliði fyrir danska konunginn og fær mikið á löndum gefins upp úr þeirri spíru kemur móðurætti mín. Móðurætti mín er mjög fínt og flott fólk í Danmörku sem bjó á Herragarði og þegar ég var lítill sko þá bjó ég í húsi sko með yfir 20 herbyggjum. Þannig að þú ert með kannski heldur eitthvað í þessa svona dönsku jólasýn? Já, til dæmis að þá ég tala við sjálfan mig í desember 12 á dönsku. Bubbi og så gør vi det. Og svo Risalemang sem svona dálítið danskt. En Hrafnhildur breytti, sko, mamma var alltaf með hangikjöt, það var magnað, sko. Mamma ákvað að hafa hangikjöt alltaf aðfangadag, þú veist, og fyrir mér var það alveg ekkert annað. Svo kynnist ég Hrafnhildi og hún segir hvernig líst þér á kalkún? Hennar hefði kalkún, ég sagði bara kalkún, Ameríka mætt, bara yfirtaka Danmörku. Heyrðu, svo bara smakkaði ég kalkún innan Hrafnhildar og ég verð bara að segja það, sko, ef það er eitthvað sem ég hlakka til á aðfangadag, það er að koma heim frá Litla-Hrauni og það er kalkún í ofnum. Hún gerir geðveikan kalkún, hann er svo góður. Og sleppur þú alveg hangikjötinu? Nei, svo fæ ég svona hangikjöt milli jól og nýja, sko. Ég fæ hangikjöt úr Aðaldalnum og frá Norrlenskt og gott. Já, frá Krauna og Kraunastöðum. Hann reykir sjálfur, sko, sauð. Þannig ég fæ alveg, sko, þú veist, hangikjöt er þannig að sko, ef það mætti setja menn inn í fangelsi fyrir hangikjötsgerð, þá er þetta vegna gæða. Það er geðvikt. En þú talar þú ferð alltaf á Litla-Hraun á hvaða aðfangadag? Já. Búin að gera það lengi? Síðan 1980 og sko steady on síðan 85, en ég byrjaði 82. En alveg steady síðan 1985 hef ég farið á aðfangadag. Ég held ég hafi mist út eitt skipti 2 vegna ófærðar og ef ég verði ekki slappur til heilsunar þá bara klára ég hörpu og reyna að leggja mig og svo bara fer ég á aðfangadag vonandi með einhverju flottu liði og reyna að skemmta útlýtingum og heimamönnum. Hvað gefur það manni eins og Bubba að spila á Litla-Hrauni?
það gefur mér gríðarlega mikið og vonandi föngunum en fyrir mér þetta áminning og áminning á hvað ég hef það gott, hvað hefði getað orðið fyrir unga Bubba og og leið að þá finnst mér einhvern veginn ég kunna meta betur jólaandan já skilurðu, koma heim, börnin og allt þetta og búin að vera þarna og það alveg magnað. Ertu búin að kaupa gjöf handa konunni? Já, ég er búin að Ég get ekki spurt þig hvað það ætlar að gera. Nei, það má ekki. Hún ætlar að horfa á þetta. En ég er búin að ég aldrei í vandræðum. Ég elska að kaupa jólagjafir. Mér finnst það svo gaman og með Hrafnhildi sko, það er ekkert mál. Þú veist, og hún er líka svo lús, það er engin pressa, skilurðu. Ég get gefið henni allt frá sko rándýrum skartgripum bara niður í vettlinga, skilurðu. Og svo á ég eftir að fara með stelpurnar litlu í Kringluna og þá segjum við þær, stelpun, nú veljið þið handa mömmu, þið með velja næstum því hvað sem er. Það er rosa gaman, þá förum við búð úr búð og þær tjatta og þær spá á spekular og rífast pingu lítið og svona og ég svona reyna að hafa áfram, já, hvað finnst ykkur nú svona og eitthvað svona, það er ógeðislega gaman. En þú tiltölulega nýlega búin að eignast hvað 2 dætur? Já, á seinni helming ævinnar, þetta alveg magna, ég er búin að vera sko, ég sagði það í Iceland Got Talent bara núna í vikunni, sko, ég hef búin að vera viðloðandi leikskólana síðan 1990. Ég er búin að vera að skipta bleiur næstum því frá 1990. Ef það er ekki forréttindi, þá veit ég ekki hvað. Og hugsaði svo að fá, nú er ég með öll börnin og aðfangadag. Þetta verður brjálaðislega gaman. Titillinn á plötunni Bernskunnar jól og þú hlýtur að upplifa jólin svona sterkari gegnum börninu. Já, ég geri það. Það var rosa gaman að gera þessa plötu og mér þykir vænt að hafa gert þessa plötu. Og veistu hvað, það getur bara vel verið að ég geri eitthvað meira jólatengt. Vegna þess að Jólagestir Bubba? Hvernig væri það? Mundur þú koma að syngja með mér? Já, ég skal koma. Já, hvað sem ekki bara að fá Björgvin líka? Já, Björgvin, hann myndi gera það. Hann á það inn, ég á það inni. En ég meina, ég ætla ekki að segja nei. Það getur bara vel verið. Jólagestir Bubba. Bubbi, gleðileg jól. Gleðileg jól, þið öll þarna gleðileg jól. Jasmín Olsson hefur heldur betur getið sér gott orð við indverska matargerð. En það er ekki allir sem vita það að Jasmín ólst upp í Svíþjóð og hún kann sko heldur betur að gera góða sænska rétti. Við skulum kíkja til Jasmín. Jasmín, sænsk jól, eru þau eitthvað frábrugðin en þessum íslensku? Svensk jul, ja. Det är så det är mycket mun, finns med. Hvað er svona helst? Helst. Maturinn, jólamaturinn. Það er náttúrulega við með hlaðborð, langt hlaðborð með... Mikið af snöfsum. Já, mikið snöfsum. Það er alltaf snöf sem er matinn í sig. En svona hátíðum, alltaf, midsommar, jólin, páskanir, það er alltaf snaps, það er alveg rétt hér. Og svo er þetta hjólahlaðborð sem er svona með sild og lax og grænkál, rauðkál, brúnkál, kjötbollur, svenska kjötbollur. Það eru mjög þekktar. Já, og jólaskinka. Jólaskinka. Ja, och Janssons frestelse. Jag vet att det är mycket som jag inte smakar. Det är som sagt kartöflugratäng med ansjósur. Och det ljómar ekki vel. Det är lika laukur och rjóma út í það, en ekki mycket mer än það. Och det är bara lagt í svona lager og einhver större og svo elda í ofnin. Och það var dásamlegt. Reynda var mína föräldrar meira svona elda þetta svona nattamatur eftir party. Það gerir man þetta kannski svona snakk. Tilbúið klukkan 12 þá er man tilbúin með svona og svo jólin. Já. En þú ætlar að sýna okkur sænskt brauð sem er svona mikil hefð fyrir á jólum. Já, það er svona bollur og það er ekki sem ég bara í morgunmat og það er meira svona bara borið fram í kaffi. En það er ákveðin hefð með því sem heitir Lucia. Sankta Lucia. Já, Sankta Lucia, sem gerist 13. desember hverju ári. Og það er mjög erfitt ef maður búin að búa í Svíþjóð í stuttan tíma þá er þetta sem maður saknar mest, finnst mér. Og ég veit að margar íslendingar sem hefur búið í Svíþjóð
sakna þessari hátíð, en hún til á Íslandi. Það alltaf borið fram lustikettur, það lustibollur, basically. Og það svona ein upphaldsbollan mín, myndi ég segja, ein af þeim. Svona lítið degi út, sem sagt með allt annan lít. Þetta mjög líkt svona hveitideg náttúrulega bara, men með safran á henni. Þannig að það svona indverst þema í þessu hjá þér. Það svona litrið. Já, það litrið, já. Þú veist, ég satt ekki safran, það var ekki mín hugmynd, en ég fíla hugmyndin, við skulum segja það. Þetta mjög svona, mér finnst það dásamlegt kringum jólin með þessari feeling á bollunar. Og líka lítið bollunar öðruvísi út, en þetta typiska, að gera svona smá figúrer. Þetta eru þessar svona lúsíur sem er typikal? Já, og það bara heilt alfabet með figúrur. Svo það svona mjög skemmtilegt. Og krakkarna getur Nú þetta klárt hér á fatinu og nú bara skellisofninu, ekki? Yes, það tekur engan stund, svona 8 mínútur. 8 mínútur? Hittan svo mikið að... Og meðan förum við að gera hvað? Uppáhaldssósunni þinn. Uppáhaldssósunni? Er það chutney? Það chutney, það chutney. Vá, það engin smá. Þetta er mjög svona sterkt hráefni. Þetta svolítið kraftur í þetta. Já, þú ert með chili, lauk, kóríander, hvað fleira? Hvítlaukur. Ég nota þessar sólu hvítlaugar, svona manns meira kraftur. Þú þarf ekki, það tekur engan stund að skræla þeim og þau bara mikið meira power en þessa venjulegar kínversk sólu hvítlaugar. Ég þetta einu sinni. Svo finnst mér ótrúlega gott að hafa það svolítið crunchy. Að ekki fara allt bara utan að hafa það svolítið hafa bitana svona smá, stærri, grófari. Algjörlega. En við setjum þetta hérna hráefni út í jógúrt og sítrónrjóma. Já, og málið nefnilega að ég vil aldrei setja þetta út í matvinnsluvélinni, þá breytist áferðin á rjóman og sýrrjóman. Ég vil hafa þetta svolítið creamy og beautiful. Þetta super gott með fisk og kjúkling og kjött og námbrauð. Þetta sjúklega gott, sko. Þetta mjög gott. Sjúklega gott. Man líktar smá hvítlaukur, en það bara helst. Það allt í lagi. Það bara helst. Sindri, þú verður að koma að smakka hérna. Ég verður að fá tökumanni minn hérna fram, þú veist, til þess að fá annað álit. Ég nenni ekki að gefa nýja skeið, þetta bara skeiðin mín, sko. Finnst þetta gott? Halda áfram að vinna. Við erum að halda áfram. En þú segir að þetta gangi alveg með kjúklingi, lambakjöti, humri, bara öllu hreinlega. Já, og líka bara með brauð, þú veist, það alveg, já. Hvað að frétta af brauðinu okkar? Hvað er þetta? Oh my god, brauð tilbúið. Og verðum við ekki að fá hvað að drekka með þessu? Verðum við alltaf ekki? Við verðum að hafa jólaglögg, þetta er jólaþátturinn, við verðum að hafa jólaglögg. Já, algjörlega, og það er eitthvað sem kemur með þetta. Man borðar þetta saman með svensk jólaglögg. Skellum okkur í það? Já, líktulega. Ég var svo ánægð, ég fór í IKEA daginn og það kom með svenska jólaglögginn og það snillt, en hún fyrir börn og fullorðin, en svo getur mann bæta við smá og... Já, það ætlum við náttúrulega að gera. Við erum það fullorðina, við ætlum að fá okkur smá svona rauðvín og púrtvín með. Já, svo ef ég fer með jólaglögginn, þá fer Friðrik með það sem hann þekkir best. Ég er sterkur drykkur. Þetta verður nú bara í hófi, við setjum bara aðeins. Svo ger ég svona sidekick líka fyrir þeir sem langar ekki í áfengi. Já, þeir sem langar ekki í áfengi.
ekki bara svona gúlsopi af þessu svona hérna? Það bara þessi hér. Góðsopi La 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 la, jóla, jóla, jóla. Já, Flott svona? mjög flott. Og púrtvinni? Og púrtvín. Það gefur nú svolítið flott bragð. Já, kannski aðeins minna því, en endur. Hvað, þú segir bara stopp? Yes. Stopp. Já, ok. Ég held nefnilega. Ég er kominn með disk og allt, sko. Ég er alveg klár í þetta. Þetta er uppáhaldsparturinn minn, sko. Það er ég ætla að byrja með glögginn. Já. Það eru bara smá möndlur og rúsinur. Svona setur út í. Vá, þetta verður eitthvað. Ég held það. Ég er með bílstjóra, þannig að þetta er allt í lagi. Það er mjög gott. Ég fyrir maður hitt. Þú ferði hitt. Þetta er óáfengt. Þetta er óáfengt. Þannig að við erum að fá okkur lúsjur og jólaglögg. Já. Og svo ertu með náttúrulega tjötninsósuna og við fáum okkur nanbrauð með henni. Ó, sjálfsög. Skál. Og gleðileg jól. Svo þetta er kannski það eina sem við finnum ekki í bókinn minn. Mér fannst þetta vera svona góð stemning að hafa jólaglögginn með. Já. Það passar með allt þetta. Þarna kom jólinn. Svensk jul. Det var mycket bra. Så tack så mycket, Jasmín. Takk svo mikið. Með þessu jólaglöggi og lúsíubollum ljúkum við þessum síðasta þætti Borgarans á þessu ári. Þið getið fundið uppskriftina af lúsíubollunum á n4.is/borgarinn. En við sjáum stónandi á nýju ári. Gleðileg jól og farsælt komandi ár. Flugfélag Íslands óskar landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi flugári. Tökum flugið